Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 10. ágúst er 8. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er ávextir andans. Í lexíunni varar Guð sitt fólk við spámennum með rangan boðskap. Í pistlinu skrifa Páll, þið hafi fengið þann anda sem gerir mann að barni Guðs. Og í Guðspjallinu segir Jesús, varist falsspámenn, þeir koma til ykkar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Þema dagsins er ávextir andans, en bæði Jesús og Jeremía spámaður Gamla testamentisins vara við fölskum boðskap. Í upplýsingaflæði okkar tíma hefur verið erfitt að fylgjast með hvað er rétt og satt og nú bætist gervigreindin við, þar sem tæknin getur falsað bæði orð og gjörðir í mynd. Svo spurningin er, hverju á maður að trúa? En lexían segir okkur að sá sem spáir, innan gæsalappa, þarf ekki að vera spámaður. En heyrum hvaða boðskap lexían færir okkur í dag, en hún er úr Jeremía 23. kafla. Svo segir Drottinn hersveitanna, hlustið ekki á orð spámannanna, þeir flytja ykkur boðskap, en þeir blekkja ykkur. Þeir flytja upp spunnar sýnir og ekki af vörum Drottins. Þeir segja sífellt við þá sem fyrirlíta orð Drottins, þið hljótið heill. Og við hvern þann sem fylgir þverúð eigin hugar, segja þeir, engin ógæfa kemur fyrir ykkur. En hver hefur staðið í ráði Drottins? Séð hann og heyrt orð hans. Hver hefur hlýtt á orð hans og boðað það? Sjá, stormur Drottins brýst fram, hvirfilbylur steytist yfir höfuð hinna óguðlegu, reiði Drottins slotar ekki, fyrr en hann hefur framkvæmt og fullkomnað, fyrirætlanir hjarta síns. Síðar meir skulu þið skilja það. Ég sendi ekki þessa spámenn, samt hlaupa þeir, ég talaði ekki til þeirra, samt spá þeir. Hefðu þeir verið í ráði mínu, þá hefðu þeir boðað þjóð minni, orð mín, og snúið henni frá villu vegar og vondri breytni. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þema dagsins er ávextir andans. Og við höfum oft heyrt máltækið af ávöxtunum skuluð þekkja á og við höfum líka heyrt orsök og afleiðingu. Vandamálið er hins vegar það að afleiðingin kemur kannski ekki í ljós fyrr en eftir langan tíma og á meðan getur orðið ómetanlegur skaði. Þeir spámenn sem Guð var að vara við voru ekki frá honum, þeir töluðu gegn orði Guðs. Og markmið þeirra var að gera fólk fráhvert Guði. Og við þurfum að spyrja okkur, hver hefur hag af því að við höfnum Guði? Hver er andstæðingur Guðs? Við vitum að það kemur bara einn til greina. Það er sá sem freistaði Jesú í eyðimörkinni og reyndi að fá hann til að lúta sér. Hann er sterkasti andstæðingur Guðs og við erum svo saklaus í þessari baráttu milli góðs og ills að við áttum okkur ekki alltaf á aðferðunum sem hann notar. Allt, hvort sem það eru veraldleg eða trúarleg málefni, allt sem leiðir fólk frá Guði er á breiða veginum. Veginum sem er auðvaldari og fljótfærnari, þar sem samviskan spyr færri spurninga og frekar er hvatt til kæruleysis, því það kemur ekkert fyrir mig. En verði ógæfa á veginum er Guði kennt
að hafa leyft henni að gerast. Okkar fyrstu viðbrögð við fölskum fréttum eru yfirleitt að andmæla þeim, en Guð ráðleggur okkur að hlusta ekki. Hann hvetur ekki til andmæla, því orðaskak gæti einungis hvatt hinn til dáða og sáð efasemdum hjá þeim sem ekki undirbúnir fyrir kappræður. Þegar Jesús sendi lærisveinana út 2 og 2 saman, gerði hann þetta sama. Væru þeir ekki velkomnir, skyldu þeir dusta rykið á skónum og fara. Ekki fara út í rökræður. Í Guðspjallinu sagði Jesús, þeir koma til ykkar í sauðagærum, en innra eru þeir gráðugir vargar. Af ávöxtunum skulu þið þekkja þá. Og Jesús tók dæmi af tré. Hann sagði að gott tré gefi aðeins góðan ávöxt. Skilgreining grasafræðinnar á ávexti er að ávöxtur er þroskað afsprengi plöntu þar sem fræ plöntunar er umlukið aldinni. Fræið sem ávöxturinn skilur eftir sig er til fjölgunar og viðhalds á tegundinni. Vegna þess að fræið og plantan eru af sama stofni getur gott tré ekki borið vondan ávöxt. Jesús sagði að hann væri vínviðurinn, hinn eini sanni vínviður, og við værum greinarnar. Sem áfastar greinar getum við ekki borið vondan ávöxt. Með fræðslu getum við líka miðlað næringu okkar til barna okkar, svo að þau verði líka áfastar greinar á hinum eina sanna vínviði. Orðið ávöxtur hefur jákvæða merkingu í hugum flestra og góð samlíking við það sem við teljum vera blessun. En vegna þess að Jesús talaði til fólksins í myndlíkingum, vitum við að merkingin fyrir góðan ávöxt fer ekki eftir bragði eða útliti. Í sögunni sáðmanninn tákna fræin orð Guðs, boðskapinn sem þarf að breiða út til allra manna, en hér tákna ávextirnir uppskeruna af fylgni okkar við Jesú. Greinar trésins blómstra ekki nema þær hafi góða næringu og frá blóminu vex síðan ávöxturinn. Á sama hátt blómsturum við og berum ávöxt í lífinu sem lifandi grein á hinum eina sanna vínviði. Ávextir annarra trjáa eru vondir ávextir því að þeir vaxa hvorki út frá trúnni á Guð né leiða okkur til Guðs ríkis. Ávextirnir geta verið girnilegir og freistandi, en þeir innihalda blekkingu eins og Guð sagði í lexíunni spámennina. Þeir flytja okkur boðskap en þeir blekkja okkur. Varist falsspámenn, sagði Jesús. Þeir koma til ykkar í sauðaklæðum en innra eru þeir gráðugir vargar. Í upplýsingaflóði nútímans eru blekkingar, svik og prettir orðin að stórri atvinnugrein og sífellt erfiðara að greina svikin. Við verðum að vera stöðugt með gagnrýnisgleraugun á nefinu til að falla ekki fyrir þeim. Við lestur á lexíunni sáum við að þetta er ekkert nýtt. Svikin eru bara í öðrum umbúðum í dag og nú höggva þær nær fjárhagnum. Við getum nefnilega ekki lifað án peninga. Lífið snýst allt að hafa í sig og á, og sá sem fellur fyrir svikastarfsemi missir leið hluta af sjálfstraustinu. Það var brotið á sálinni, sem nú fyllir hana vantrú og vantrausti á bæði góðu og slæmu. Vondir ávextir blekkja, svíkja og pretta og sálinni tekst kannski aldrei að endurheimta
aftur traust á hinu góða. Við þurfum að vernda okkar sanna auð, fjársjóð sálarinnar sem við eigum og geymum öruggan á himni, því að hvar sem fjársjóð þinn þar mun og hjarta þitt vera, sagði Jesús. Hann ávöxtur hins góða boðskapar sem Jesús flutti okkur. Hann sagði, augað lampi líkamans. Sé augað þitt heilt mun allir líkami þinn bjartur. En sé augað þitt spillt verður allur líkami þinn dimmur. Allt í kringum okkur spilling, vargar í sauðagærum. Ekkert land, borg, bær eða stofnun eru undanskilin. Ekki einu sinni kirkjan. Því Jesús sagði, ekki mun hver sá sem segir við mig, Drottinn, Drottinn, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einn sem gerir vilja föður míns sem á himnum. Í Jóhannesarguðspjalli svarar Jesús síðan spurningunni hver sé vilji Guðs og hann sagði, það verk Guðs að þið trúið á þann sem hann sendi. Einlæg trú í hjartanu að Jesús sé sendur frá Guði og sonur Guðs frelsar okkur. Eins og segir í versinu sem við köllum litlu biblíuna, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og vilji föðurins að enginn glatist. Já, þema dagsins ávextir andans. Páll skrifaði í pistlinum að allir sem leiðast af anda Guðs séu börn Guðs. Og það ekki einhver andi, það heilagur andi sem hefur tekið sér bólfestu í líkama okkar og gerir líkama okkar að musteri heilags anda. Heilagur andi mun síðan vitna fyrir Guði að við séum hans börn. Og Páll skrifar, ef við erum börn, erum við líka erfingjar og það erfingjar Guðs með sama erfðarétt og Kristur. Sem sagði okkur að varast falsmálmenn, varast súrdeig, það að segja villukenningar, varast blekkingar. Trúin veitir okkur skjól. Þú ert skjól mitt og skjöldur, ég vona á orð þitt, segir í Sálmi 119. Og í Hebreabréfinu stendur, Jesús Kristur í gær og í dag hins sami og aldir. Boðskapurinn breytist ekki. Látið ekki framandi kenningar afvegaleiða ykkur. Látið náð Guðs næra hjartað, ekki mat af ýmsu tagi. Og hér táknar matur af ýmsu tagi, kenningar falsbámanna. Trúarlegt öryggi okkar felst í því að við vitum hvað frelsar okkur. Sannleikurinn gerir okkur frjáls í orðsins fyllstu merkingu. Það nægir ekki að vita hvað Jesús sagði, við þurfum að trúa honum. Sál okkar fyllist trausti þegar við þekkjum boðskapinn til hlítar og erum vissum að við séum á mjóaveginum sem liggur til Guðs ríkis, því að þar bíður fjársjóðurinn sem eyðist aldrei. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.